Landhelgisgæslan hefur vaktað rússneskt herskip sem hefur verið skammt utan 12 mílna landhelginnar. Skipið njósnaði síðustu flotaæfingu NATO. 100 dagar eru síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu loftárásir á Íran. Þúsundir hafa fallið og friður virðist ekki í augsýn. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum telur það ekki fela í sér mikið rask að opna gröf þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar. Það verði þó ekki gert nema með dómsúrskurði. Sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur allt land í dag. Í Hafnarfirði var farið í kappróður og kraftakarlar tókust á titilinn sterkasti maður Íslands. Komið sæl. Rússneskt herskip hefur lónað innan efnahagslögsögunnar síðustu daga eftir að hafa vaktað æfingar Atlantshafsbandalagsins í maí. Ekki ástæða til að hafa miklar áhyggjur, segir utanríkisráðuneytið. Skipið sé undir stöðugu eftirliti. Það lætur ekki mikið yfir sér njósnaskipið Júrí Ivanov sem 95 metra langt eins og varðskipið Þór. Þyrluáhöfn Landhelgisgæslunnar tók þessar myndir í gærmorgun. Ekki gefin upp nákvæm staðsetning en skipið utan við 12 mílna landhelgina og innan efnahagslögsögunnar á milli Grænlands og Íslands. Þau eru gerð út svona skip til þess að nema upplýsingar og samskipti og reyna að fylgjast með okkar bandalagsríkjum þegar þau eru við æfingar. Rússneska skipið á þessum slóðum því það var að fylgjast með æfingu Atlantshafsbandalagsins í lok maí. Mun sjaldgæfara að rússnesk herskip séu fyrir vestanland. Þau eru mikið á ferðinni austan við land, nær Noregi og við Barentshaf. Eru þessi skip vopnum búin, þessi njósnaskip? Ekki sem heiti getur. Þau eru náttúrulega með einhverja getu en þeirra virkni fyrst og fremst þessi snýr að þessu eftirlitshlutverki. Jónas segir samstarf Landhelgisgæslunnar og varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins í skipavöktun og flugvélavöktun mjög gott. Stafar ógn af því? Við fylgjumst með öllum skipum og flugvélum sem fara hér nálægt landinu og það gera bandalagsríkin okkar líka og við deilum upplýsingum okkar á milli. Það engin sérstök ástæða til að hafa áhyggjur af þessu skipi og við höldum áfram að fylgjast mjög náið með því eins og öðrum skipum og flugvélum sem koma hér frá Rússlandi. Friður virðist ekki í augsýn milli Írana og Bandaríkjamanna. 100 dagar eru síðan Bandaríkin og Ísrael hófu loftárásir á Íran. Íranar vöknuðu við sprengjugn að morgni 28. febrúar. 100 almennra borgara létust, meðal annars yfir 100 nemendur í stúlknaskóla. Auk almennra borgara féll fjöldi háttsettra embættismanna. Árásir voru gerðar á heimili æðsta klerksins Alis Khamenei. Fyrst var haldið að hann hefði lifað af, en nokkrum dögum síðar var andlátið staðfest. Sonur hans, Moshtaba Khamenei, var útnefndur æðsti klerkur, en hann hefur ekki sést opinberlega síðan. Íranar svöruðu með umfangsmiklum loftárásum á Ísrael og nágrannalönd sín en þar eru Bandaríkjamenn með margar herstöðvar. Lofthelgi margra þeirra var lokað og Íslendingar áttu erfitt með að komast burt. Íranar lokuðu einnig Hormúsundi, einni mikilvægustu skipaleið heims þegar stríðið hófst. Á friðartímum fer 15 allrar olíu og jarðgas heims þar og lokunin hefur valdið hækkun olíuverðs allan heim. Orkuskortur yfirvofandi og flugfélög hafa brugðið á það ráð að fella niður ferðir. Í byrjun mars skutu Hezbollah samtökin í Líbanon eldflugum á Ísrael en þau eru hliðholl klerkastjórninni í Íran. Síðan þá hefur Ísrael hafið landhernað í suður Líbanon og samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum í Líbanon hafa yfir 3600 verið drepnir og yfir 11.000 verið særðir. Bandaríkjamenn og Íranar náðu samkomulagi vopnahlé í byrjun apríl. Síðan hafa ekki verið hörð átök á milli þjóðanna en þær hafa skipst á einstaka árásum. Hormúsund enn svo gott sem lokað fyrir skipaumferð og Bandaríkjamenn hafa verið með íranskar hafnir í herkví. Samninganefndir þjóðanna hafa fundað með milligöngu Pakistana en enn virðist langt í að samið verði frið. Aðalmarkmið Bandaríkjaforseta virðist vera að koma í veg fyrir að Íranar eignist kjarnorkuvopn. Íranar vilja að yfirráð þeirra yfir Hormúsundi verði viðurkennt og að Ísraelar hætti árásum á Hezbollah í Líbanon. En fyrst og fremst tryggja tilvist klerkastjórnarinnar.
Gröf Jónasar Hallgrímssonar verður ekki opnuð nema með dómsúrskurði. Þetta segir þjóðgarðsvörður á Þingvöllum. Hópur fólks sem vinnur að kvikmyndum Jónas vill að bein hans verði grafin upp, að tekin verði úr þeim sýni og þau sendi í erfðagreiningu. Og þegar ég kom heim þá fór ég að googla og hugsaði með mér það er auðvitað búið að gera DNA rannsókn á þessu. Af því að vísindin eru bara komin þangað, þannig að þetta hlýtur bara að liggja fyrir. En mér kom það mjög óvart að svo var ekki búið að gera. Elín hefur ásamt hópi fólks rannsakað, þróað og skrifað handrita heimildamynd ævi Jónasar Hallgrímssonar. Þegar hún fór að grafreit hans haustið 2024 á Þingvöllum, rifjuðust upp fyrir henni sögusagnir að beinin í reitnum væru hugsanlega ekki Jónasar. Þetta þótti henni miður og vildi eyða óvissunni. Beinin höfðu verið grafin upp í Kaupmannahöfn árið 1946 af Matthíasi Þórðarsyni, þjóðminjaverði, og flutt til Íslands. Ef þú lest skýrslu Matthíasar, þá sér maður alveg að hann kemst að nákvæmlega þeim stað þar sem að Jónas var jarðsettur og ég er ekki í vafa að þetta eru beinin hans Jónasar. Þessi reitur, hann er nú allur tilbúinn og upp úr jörðinni og í raun og veru hvílir kista að við teljum Jónasar í hvelfingu, eins konar stiftri hvelfingu, þannig að raskið svona við það að komast í kistuna er í sjálfu sér ekki mjög mikil uppgröftur og við teljum að það sé hægt að í raun og veru með einföldum hætti komast þarna í kistuna. Við vunum ekki aðhafast hér nema að undangengnum dómsúrskurði og þá mun þingvallanefnd taka afstöðu til þess. Ef að sá dómsúrskurður fellur þeim í hag, að þá verður mögulega hægt að taka þetta mál áfram. Já, ég er ekki alveg viss að þetta sé sniðug hugmynd og það er til dæmis vegna þess að við gætum lent í þeirri stöðu að vera með einhverja niðurstöðu sem er ekki óyggjandi. Við getum fengið einhverja niðurstöðu sem segir að hugsanlega mögulega eða ekki og hvað á þá að gera. Þannig að við gætum verið með stöðu eftir svona uppgröft sem að gerir ekkert nema hugsanlega eitthvað neikvætt fyrir arfleið Jónasar. Við Mývatn er alltaf að vakna til lífsins eftir napurt vor. Búist er við mikilli mýflugu við vatnið miðað við hvernig sumarið fer af stað. Mýflugurnar á Mývatni eru að vakna til lífsins eftir vetrardvala og von er á mjög góðu sumri að sögn náttúrufræðings þegar kemur að mýflugunni. Sumarið í fyrra var algjörlega einstakt að magni af flugu og er von á svipuðu magni í sumar sem hefur einnig góð áhrif á fuglalífið. Það er búið að vera svona frekar rólegt síðustu ár og bara mjög lítið. Við bæði sjáum það í mýinu og í fuglunum. En árið í fyrra var mjög gott, sumarið. Og við vitum náttúrulega ekki alveg hvernig sumarið verður, en þetta byrjar þokkalega vel. Rannsóknir við Mývatn hafa staðið yfir í áratugi. Þrátt fyrir það hefur verið erfitt að slá því föstu hvað veldur sveiflunni í mýflugunni. Það er raun það sem að svona stóra rannsóknin snýst svolítið að og þessi vöktun, það er búið að vera að vakta Mývatn núna í 50 ár og það er raun þessar sveiflur. Við erum að reyna átt okkur á því hvað veldur því að þessar sveiflur koma að fara og af hverju verður hrun, af hverju verða svona uppsveiflur. Mýflugurnar við Mývatn sjálft eru ekki bitmý og narta því ekki í mannfólkið. Þrátt fyrir að þær geti verið mjög þreytandi fyrir gesti og gangandi. Það sem við erum að sjá hér er kallað slæðumý. Það liggur svona eins og slæða á grassinu og þetta er mökunar atferli sem við sjáum hérna. Þessi strókar sem við sjáum hérna fyrir ofan á fellshólnum og í hérna við fjöruborðið. Þessi uppsveifla er þó afskaplega jákvæð fyrir fuglalífið á svæðinu sem hefur fundið fyrir niðursveiflunu undanfarin ár þar sem fæðu hefur skort. Það er árið í fyrra, við sáum það strax að þeir fáu fuglar sem voru til staðar að þeir komu flestir upp töluverðum fjölda unga, svo að við erum að vonast til þess að við séum á leiðinu upp í kurfunni þegar kemur að fjölda fugla. Sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur allt land í dag. Í Reykjavík og Hafnarfirði flykktust ungir sem aldnir niður á höfn. Það var mikið dýrðir í Hafnarfirði í tilefni sjómannadagsins.
Vaskir menn og konur öttu kappi í kappróðri og kraftakarlar kepptu titilinn sterkasti maður Íslands. Gestum og gangandi var boðið upp á harmoníkutónlist. Sumir skelltu sér í skemmtisiglingu frá Óseyrarbryggju og aðrir í skoðunarferðum hafrannsóknarskipið Þórunni Þórðardóttur. Þá voru fiskar af öllum stærðum og gerðum til sýnis. Hefurðu séð svona fisk áður? Já, bróminn var að veiða svona. En þú, borðar þú fisk? Ekki alla tegundir. En hefurðu borðað svona fisk? Nei. Nei, ég hef ekki séð svona fisk áður. Hvernig líst þér á? Bara vel. Þetta lítur mjög vel út. Hvort er kandifloss betra eða fiskur? Kandifloss. Og hressir krakkar í siglingaklúbnum Þitt létu kuldan ekki á sig fá. Hvað eru það að gera hérna í dag? Við erum bara að leika okkur, hoppa í sjóinn og bara hafa gaman. Hreitbrunnar. Var þetta ekki kalt að þeir duttu? Nei, ekkert sakalega. Galarnir gera mikið. Við Grandagarð í Reykjavík mátti sjá bros á hverju andliti, enda nóg að vera og veður með besta móti. Ungir sem aldnir skemmtu sér saman við hinar ýmsu þrautir. Ég er að búa til bát. Og kannt þú að sigla bát eða hefurðu farið á bát áður? Já, ég hef farið á bát, en ég hef ekki siglað báti. Og veistu af hverju við erum hérna í dag? Af því að það er bara mikið fjör og gaman. Hvernig er búið að vera hérna í dag? Bara mjög gaman. Og hvað eru þið búin að sjá og gera? Við sáum þegar vera að bjarga úr sjónum og bara vera að búa til báta. Og það er verið að halda upp á sjómenn í dag. Hvað finnst þér svona sjómenn? Bara hugrekki menn og flotti menn. Á Ólafsfirði var gengið fylltu liði frá Hafnarvogi að Ólafskirkju í skrúðgöngu þar sem sjómenn voru heiðraðir. Þjónustuvélmenni hefur tekið til starfa á hjúkrunarheimili í Reykjavík. Það léttir undir með starfsfólki þegar leirtau er tekið af borðum. Sjómannadagsráð sem er eigandi Hrafnistu heimilina hefur undanfarin misseri unnið að gerð uppbyggingar áætlunar til næstu 15 ára. Við gerð áætlunarinnar var meðal annars velt upp hvernig eldra fólk myndi geta nýtt sér tækni eins og vélmenni og gervigreind til þess að auðvelda sér daglegar athafnir. Nú hefur róbót tekið til starfa á Sléttunni sem í hjúkrunarheimili í Fossvogi en hann vinnur í matsalnum alla daga vikunar. Við erum komið með hérna svona róbot sem að léttir aðeins undir störfum starfsmanna hérna á gólfinu og líka gleður fólk sem að situr hérna í þjónustumiðstöðinni. Já, hvað gerir hann? Hann tekur af borðum eða öllu heldur fólk þarf að setja óhreint leirtau á bakka hjá honum og svo fer hann með það inn í uppvask. Ariel segir ef það gangi vel með róbótan megi búast við fleiri slíkum við störf á heimilum sjómannadagsráðs en það er þá í fyrstu við ræstingar og vörudreifingu. Og deildarstjóri eldhússins er mjög ánægð með róbótan sem hefur fengið nafnið Stefnir. Mér líst bara mjög vel á hann. Þetta er alveg að gera sig. Hann stoppaði daginn og þá var fólki að spurja hvort það væri lasin eða komin í verkfall. Þannig að þau eru mjög ánægð með þetta. Þetta er mjög sniðugt, sko. Þetta verður bara spennandi framundan. Ég vona að verði bara þægur og góður og verði bara samvinnuþýður. Hálft kíló af kavíar, gervitennur, lifandi humar og trúlofunarhringur er meðal þess sem hefur gleymst í Uber-bílum í Bandaríkjunum. Þessi hlutir og fjöldi annara eru til sýnis í New York. An engagement ring? Wow. Don't you forget about me. This is so amazing because I've left things in an Uber before and so has my husband. So it was so nice to see lobsters. And that you're not alone? Yes. How does somebody leave caviar? It's not shelf stable and it's expensive. Left my wallet in one on Saturday, so when I saw this is like triggering.
Sýningin í samgöngumiðstöðinni í World Trade Center á Manhattan og var sett upp í tilefni af 10. árlegu skýrslu fyrirtækisins óskilamuni. Einn hlutur ber þó höfuð og herðar yfir aðra óskilamuni. The most common item year after year is phones. Just last year we saw over 1 million. Starfsfólk fjölskyldu og húsdýragarðsins í Laugardal hefur skotið skjólshúsi yfir nokkrar fuglafjölskyldur. Einni þeirra var bjargað við umferðargötu í Reykjavík. Hér erum við að tala gæsafjölskyldu við Lyfjaver við Suðurlandsbraut 22 þar sem gæsamamman var með ungana sín á hættulegu stað við mikla umferðargötu. Starfsfólk hafði því sambandi við dýraaðstoð höfuðborgarsvæðisins sem mætti á staðinn ásamt starfsmanni frá fjölskyldu og húsdýragarðinu til að bjarga fjölskyldunni. Farið var með mömmun og ungana í búri í garðinn þar sem þau unna sér öll vel ásamt nokkrum öðrum gæsum með ungana sína. Já, það sko alltaf gerast hér í garðinum þegar gæsir og ungar annars vegar. Við erum með 10 unga hérna núna og þær eru 4 að passa upp á þá. En þetta orðin bara svona eins og eitt stór leikskóli. Þau eru bara að hugsa þetta allt saman, eru öll hérna saman og hérna virðast vera bara mjög ánægð hérna. Helena með sérstakt fóður fyrir fuglana sem eru andarunga kögglar og svo fá þeir líka þurrkaða mjölorma. En fær garðurinn oft svona björgunar útköll eins og frá Lyfjaveri. Já, við fáum rosa mikið og sérstaklega núna, bæði í apríl og maí, þá rosa mikið bæði skógaþresti og starra og síðan andarunga og gæsarunga sem við erum að fara og bjarga. Oft þetta því miður búið að keyra á fóreldrana. En stundum þetta líka bara eins og hérna í Lyfjaveri að þau voru bara búin að verpa á mjög hættulegum stað og ungarnir voru bara í mikilli hættu. Þetta hlýtur að vera skemmtilegt. Þetta æðislegt, þetta yndislegt og síðan að geta sleppt þess út í náttúruna bara það besta sem til að þau fá að vera í sín náttúrulega umhverfi. Og þá að veðri. Lægð nálgast okkur úr suðaustri og á morgun verður lægðamiðjan yfir suðvestanverðu landinu. Þá gengur í suðaustan 8 til 13 metra fyrir austan en annars staðar verður hægari breytileg átt. Þá útlit fyrir rigningu eða skúrir víða land en yfirleitt bjart í veðri á norðausturlandi og þar getur hiti farið í 16 stig. En nánar veðrið að loknum íþróttum. Kvennalandsliðið í fótbolta fær verðugt verkefni á þriðjudag þegar heimsmeistararnir frá Spáni koma í heimsókn í undankeppni HM. Við bjóðum bara velkomin á Laugardalsvöll. Eva Kristinsdóttir og Aron Snær Júlíusson báru sigur úr býtum í þriðja móti golfmótaraðar GSI í dag. Eva með yfirburðum en Aron Snær eftir sviptingar. Þjóðverinn Alexander Zverev sigraði í karlaflokki á opna franska meistaramótinu í tennis í dag og Ítalinn Kimi Antonelli vann 5. Formúlu 1 keppnina í röð. Þetta og innlit á framtillegi í Úlfarsárdal og meira í íþróttum. Og við kveðum ykkur þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Landhelgisgæslan hefur vaktað rússneskt herskip sem hefur verið skammt utan 12 mílna landhelginnar. Skipið njósnaði síðustu flotaæfingu NATO. 100 dagar eru síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu loftárásir á Íran. Þúsundir hafa fallið og friður virðist ekki í augsýn. Þjóðgarðsvörður á Þingvöllum telur það ekki fela í sér mikið rask að opna gröf þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar. Það verði þó ekki gert nema með dómsúrskurði. Sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur all land í dag. Í Hafnarfirði var farið í kappróður og kraftakarlar tókust á titilinn sterkasti maður Íslands. Þessi fréttatími á enda og við kveðjum ykkur í kvöld með myndum frá Finnlandi sem Kristoffer Óli, myndatökumaður okkar, tók á ferð sinni landið á dögunum. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl. Poikana puudessa ämmän tyttö ja nuijutti. Aina tätä poikaa ämmän häitä silloin kun laskoo laijasta laitan salmili hepput tupput täppöt tupput hiljalleen. Siellä oli lystiä soiton jälkeen sain minä kerran sytkytten. Kotiin kommenttini emmässä riteli ja jääpä jo alkoi nyttytte. Minä sanon jäävälle nyttypä saita laskemadellen ja laijasta laitan salmili hepput tupput tapput tupput hiljalleen.
á RÚV í kvöld. Asía, heimildaþættir með David Attenborough